Jóhann, ykkur spáð þriðja sætinu í þessari spá. Hvernig metur þessa, er þetta jákvætt eða neikvætt í þessu spá? Já, þetta nýtt fyrir okkur allavega. Já, jú, alltaf gaman að svona, alltaf þetta klassíska, spá og bara spá og allt það, en jú, bara jákvætt myndi ég að segja. Þið fáið líklega stærsta bitann af íslenska leikmönnum í sumar þegar þið fáið Sigga Þorsteins í liði. Það væntanlega bætir liðið gríðarlega. Já, engin spurning. Siggi náttúrulega þekkt þær hérna heima og hefur spilað hér við góðan orðstír og verið heima eða í Grindavík áður og veit allt, þekkir allt þar og við veitum nákvæmlega hvað við erum að fá og jú, klárt mál styrkir okkur gríðarlega. Þið náttúrulega komið nokkuð óvart í fyrra, endið í öðru sæti, bætið við ykkur núna. Það er væntanlega markmið ykkar persónulega að gera ekki verra en í fyrra. Nei, skilur við náttúrulega upplifum svo segir, við upplifum hellings bara mikla jákvæðni og bara ótrúlega hluti í fyrra og klárlega okkur langar aftur og langar að prófa aftur og allt það og teljum okkur alveg verið með lið til að gera það en við höfum verið núna 2 vikur sem við höfum verið saman allir og menn svona hafa komið misjafnlega vel undan sumri þannig að það er langt eftir og umræðan er kannski KR Tindastóll Grindavík, ég held að séu fleiri lið sem eigi eftir að vera hörku gaman og það liðin eftir að reyta af hvert öðru sko. Staðan á leikmannahópur, einhver meiðsli eða annað í hópnum? Nei, ekki eins og eins og ég sagði áðan, við menn komum ekkert alltaf vel á sumri margir hverjir og svona við höfum náð kannski svona 10 dögum í það sem allir hafa verið með þannig að við erum ekkert alveg á þess að við viljum vera akkurat núna en menn vera klárir á föstudaginn og bara mikið tilefni. Glæsilegt.